Virðulegur forseti. Ég mæli hér fyrir nefndaráliti 1. minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar sem samanstendur af mér og hv. þingmanni Edward H. Hæbens, fulltrúum Bjartrar framtíðar og fulltrúum Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs í efnahags- og viðskiptanefnd. Við erum ekki langorðir í umsögn okkar og áliti, enda komst maður nú fljótt að þeirri niðurstöðu eftir að hafa kynnt sér þessa þingsályktunartillögu að þetta er mjög lítið að segja í raun og veru á þessari stundu. Hér er ríkisstjórnin að fara fram á það að Alþingi samþykki að hún stofni starfshópa stefnumarkmið sín. Og við teljum ástæðu til að benda á það í upphafi okkar nefndarálits að sjálfsögðu gerum við engar athugasemdir við það að ríkisstjórnin stofni starfshópa og teljum vel til fundið að hún kanni kosti og galla þeirra kosningaloforða sem stjórnarflokkarnir boðuðu. Það voru ansi stór loforð sem voru gefin í kosningabaráttunni og satt að segja mjög mikilvægt að kanna kosti og galla þeirra. Þannig að út af fyrir sig gerum við engar athugasemdir við það að ríkisstjórnin stofni starfshópa, en við erum líka með þó nokkur varnaðarorð. Við viljum að sjálfsögðu koma að þessari vinnu með uppbyggilegum hætti, en það eru nokkur sjónarmið sem ég held að sé mjög mikilvægt að séu höfð að leiðarljósi. Kosningaloforðin sem voru gefin varðandi skuldamál heimilanna benda til að þetta sé æði kostnaðarsamt. Og það var aldrei útfært í kosningabaráttunni hvernig ætti að fjármagna til dæmis almennar afskriftir húsnæðislána. Og það er ekkert útfært heldur náttúrulega í þessari aðgerðaáætlun svokallaðri, heldur á að freista þess að útfæra hana. En varnaðarorðin sem við viljum leggja áherslu á þessu tilefni er varða auðvitað stöðu ríkissjóðs og skuldastöðu ríkissjóðs, og ekki verði farið í aðgerðir sem sliga ríkissjóð og leiða til þess að annaðhvort verði ekki hægt að greiða niður skuldir ríkissjóðs jafn hratt og áformað er, eða muni leiða til þess að skuldir ríkissjóðs vaxi með tilheyrandi byrðum á komandi kynslóðir. Það er einfaldlega alls ekki ljóst á þessari stundu hvort að þessar aðgerðir muni hafi í för með sér að staða ríkisfjármála versni, en það er margt sem bendir til þess. Þannig að það er mjög mikilvægt að við leggjum þunga áherslu á það að það sé haft alveg kirfilega að leiðarljósi að gera ekki stöðu ríkisfjármála verri. Aðgerðirnar verða líka að tryggja jöfnuð í samfélaginu, segjum við. Þetta segjum við vegna þess að greining Seðlabanka Íslands, og það kom ágætlega fram líka í umsögn Seðlabanka Íslands af þessu tilefni, bendir til að almenn skuldaniðurfelling flatt á línuna til allra húsnæðislántakenda í landinu muni fyrst og fremst færa þeim fé sem eiga mjög mikið milli handanna. Stóreignafólk skuldar mest, aðallega stóreignafólk á höfuðborgarsvæðinu, og það glímir þá einna helst við svokallaðan skuldavanda samkvæmt greiningu Seðlabankans, en í mjög litlum mæli við greiðsluvanda. Sem sagt, stóreignafólk skuldar mikið, og ef það á að fella niður lán hlutfallslega á alla skuldara jafnt, þá mun þetta fólk fá mest. Og þetta er þá ekki aðgerð sem myndi stuðla að jöfnuði. Hún myndi færa mikið fé til fólks sem hefur mikið fé. Og fólk sem glímir við greiðsluvanda, sem sagt getur ekki greitt af láni sínum, það fengi endilega ekkert svo mikið
í gegnum þessa almennu skuldaniðurfellingu, segja tölur Seðlabankans. Það fólk sem yrði eftir sem áður í greiðsluvanda þó það fengi til að mynda 20% niðurfellingu á höfuðstól lána sinna. Og þetta áhyggjuefni og við hvetjum til þess að það verði horft til þessara sjónarmiða Seðlabankans þegar það verður farið í það að útfæra þessar aðgerðir. Við teljum líka, fyrsti minnihluti, að það sé ákaflega mikilvægt að gæta að efnahagslegum stöðugleika í þessum aðgerðum. Ef það stendur til að færa stórum hópi Íslendinga mjög mikið fé með einni aðgerð, þá getur það náttúrulega augljóslega skapa þenslu í þjóðfélaginu, sem eykur viðskiptahalla, sem gerir afnám gjaldeyrishafta erfiðari. Eins og kom fram í framsögumanns meirihlutaálitsins, að þá út af fyrir sig auðvitað ekki verið að færa fólki beint fé, en það verið að auka þá veðrými fólks, sem getur leitt til þess að fólk tekur lán, nýtir svigrúm í veðrými sínu og það getur orðið þensluskapandi, einfaldlega. Og við höfum séð þetta gerast í íslensku samfélagi. Þetta var náttúrulega nákvæmlega það sem gerðist í bólunni þegar bankarnir fóru inn á lánamarkaðinn og buðu hagstæðari lán og þegar það var aukið veðrými upp í 90% á húsnæðislánum, að þá fór stór hluti þjóðarinnar á lánafyllirí. Og það verður auðvitað að gæta þess að svona stór aðgerð út í hana verður farið, að hún leiði ekki til sömu niðurstöðu. Og aðgerðirnar verða náttúrulega að samrýmast markmiðum afnám gjaldeyrishafta, segjum við, og ég hef áður tæpt á því að þau kunna að samrýmast þeim áformum ekki ef þau eru of neysluhvetjandi og ef þau leiða til meiri viðskiptahalla. Og eins líka þá ákveðin svona þversögn, finnst mér, að baki þessari hugmyndafræði. Mér virðist eins og það eigi að fjármagna mögulega þessa skuldaniðurfellingu með samningum við erlenda kröfuhafa, og þá stendur til, ef ég skil það rétt, að reyna að nota gjaldeyrishöftin sem einhvers konar þvingun á samninga. Og ef þetta hugmyndafræðin, þá sé ég ekki alveg að það samrýmist afnámi gjaldeyrishafta á sama tíma. Og þetta þversögn sem mér finnst óútskýrð. Fyrsti minnihluti leggur mikla áherslu á það að fyrst að verið að fara í þessa vinnu, að stofna starfshópa, að það sé þá ýmislegt annað skoðað. Við bendum á mikilvægi þess að skoða stöðu leigjenda. Þeir hafa margir hverjir búið við verðtryggða leigusamninga, þannig að ef það talað forsendubrest á verðtryggðum lánum, þá hefur forsendubresturinn líka orðið á verðtryggðum leigusamningum. Mjög mikilvægt að skoða stöðu þessa hóps. Það eru ekki öll heimili lántakendur húsnæðislána. Og það verður að horfa til þess í þessum aðgerðum. Og við hvetjum til þess að það verði skoðuð sérstaklega staða fólks sem hefur litla sem enga greiðslugetu. Því eins og ég sagði áðan, þá almenn skuldaniðurfelling ekki til þess fallin að hjálpa þessu hópi. Og það hefur til dæmis komið fram í vinnu umboðsmanns skuldara að þetta umtalsverður hópur sem hefur einfaldlega ekki efni á að greiða leigu, hefur ekki efni á að greiða nokkuð af húsnæðislánum. Fólk með litla og jafnvel neikvæða greiðslugetu. Og það fátt í þessari aðgerðaáætlun, finnst mér, sem kemur til móts við þennan hóp. Við leggjum áherslu á það að aðgerðirnar leiði ekki til þess að ungu fólki eða efnalitlu verði gert erfiðara fyrir á húsnæðismarkaði með færri valmöguleikum í lánasamningum. Það þarf að ræða þessi markmið að banna eða afnema verðtryggingu. Ef við búum í verðbólgusamfélagi sem það eru sterkar líkur á við munum búa í áfram, og við búum við há vaxtakjör,
þá eru verðtryggð lán valmöguleiki á lánamarkaði sem gera fólki auðveldara fyrir að standa í skilum. Það einfaldlega, þetta er fyrirkomulag sem hét áður verðbótaþáttur vaxta. Að þegar vextir urðu mjög háir, þegar verðbólga varð mjög há, og þá var greiðslubyrðinni einfaldlega skellt aftan við höfuðstólinn. Þannig að ef það stendur ekki til að glíma við verðbólguna, glíma við vaxtastigið á Íslandi, þá held ég að verðtryggð lán verði að vera til sem valmöguleiki á lánamarkaði. Þannig að ég og við í fyrsti minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar hvetjum til varkárni í þessum efnum. Og við spyrjum okkur spurninga áður en við förum í það í einhverjum gassagangi að banna verðtryggð lán eða afnema þau. Það er verðbólgan sem er óvinurinn og við þurfum að glíma við hana. Og það er í sjálfu sér ekkert í þessari aðgerðaáætlun sem tekur á því. Þetta er þvert á móti að mínu viti. Við segjum í okkar nefndaráliti að áform ríkisstjórnarinnar um aðgerðir vegna skuldavanda heimila eru margt óljós. Og öll óvissa er slæm. Á margan hátt finnst mér þetta skiljanlegt vegna þess að í kosningabaráttunni var þetta óljóst. Menn reyndu að tala skýrt en fjármögnunin á þessum áformum um skuldaleiðréttingu, hún var alltaf óskýr. Og það kemur mér í sjálfu sér ekkert á óvart og hún sé ennþá óskýr. En það er eitt og annað þarna samt sem ég hefði talið að væri hægt að hafa skýrar. Til dæmis eins og afnám stimpilgjalda. Það er búið að ræða afnám stimpilgjalda á húsnæðislánum í fjöldamörg ár. Og ég sé ekki betur og heyri ekki betur en það sé mjög mikill samhljómur hér á þingi að fara í það, að afnema stimpilgjöld á húsnæðislán. Og ríkisstjórnin kom hér fram með sitt fyrsta mál á sumarþinginu að lækka virðisaukaskatt á gistiþjónustu. Og það vafðist ekki fyrir ríkisstjórninni. Og þar var engin knýjandi þörf. Og það var ekki skattalækkun sem var neitt samhljómur um. En miðað við áhersluna á húsnæðismál, skuldamál heimilanna, þá hefði ég talið að það hefði farið miklu betur á því fyrst að menn voru á þeim buxunum að lækka gjöld að afnema þá stimpilgjöldin á húsnæðislánin. Ég hugsa að það hefði verið svipaður kostnaður. Og hvað var það gistináttaskattinn? Þannig að þetta vekur undrun mína og þetta er líka dæmi um óheppilega óvissu sem að háir fasteignamarkaðnum þessar mundir, samkvæmt fregnum. Ef fólk býst við því eða getur búist við því að einhverjum komandi mánuðum verði stimpilgjöld afnumin, þá býður fólk auðvitað með viðskipti á fasteignamarkaði. Þetta eru verulega fjárhæðir, skipta fólk máli. Þannig að hér hefði til dæmis átt að vinna hratt og vel og mikið undrunarefni okkur það er ekki gert. Við fögnum því að það eigi að vinna að húsnæðisstefnu og vil ekki mikla áherslu á að það sé gert. Húsnæðisstefnu til framtíðar með aðkomu allra flokka og fulltrúum stéttarfélaganna. Það er verið að vinna húsnæðisstefnu til dæmis innan Reykjavíkurborgar og það fer vel á því að vinna slíka húsnæðisstefnu á vegum ríkisins. Að lokum leggjum við áherslu á að það hefur mikil vinna farið fram skuldamál heimilanna á undanförnum árum. Gríðarlega mikil vinna. Fjölmargar skýrslur verið skrifaðar, mjög mikið samráð verið haft, til dæmis húsnæðisstefnu. Greining hefur farið fram á þessu vanda, fjölmargar aðgerðir hafa átt sér stað. Miklar niðurfellingar á skuldum, sérstakar vaxtabætur. Það var sett á stofn sérstakt embætti umboðsmaður skuldara. Það voru samið hérna greiðsluaðlögunarlög loksins á Íslandi. Og ég hvet ríkisstjórnina til þess að byggja á allri þessari vinnu og við hvetjum til þess fulltrúar fyrsta minnihluta efnahags- og viðskiptanefndar. Að það öll þessi gögn verði nýtt og byggt á þeim árangri sem þó hefur náðst. Við gerum ekki lítið úr því, alls ekki, að það þarf að gera meira. Þetta eru mjög brýn málefni, einhver þau brýnustu sem að við glímum við í pólitík samtímans, endurskipulagning á lánum heimilanna.
og við fulltrúar Bjartrar framtíðar og fulltrúar Vinstri-hreyfingarinnar græns framboðs, eins og við tökum fram hér í nefndarálitinu, viljum að sjálfsögðu koma að þessu starfi á uppbyggilegan hátt og að lausn þessara mikilvægu mála. Og að því sögðu þá setjum við okkur alls ekki upp á móti því að stjórnarflokkarnir freisti þess að útfæra kosningaloforð sín og það er full ástæða til að bíða spenntur eftir útfærslunum og sjálfsögðu munum við ræða þær hér í þaula þegar þær koma fram.